Velkomin í Lindakirkju og innilega til hamingju með daginn og velkomin þeir sem heima sitið og fylgist með í streymi. Ég ætla að byrja á að fara yfir nokkur praktísk atriði. Við erum 3 prestar hérna í Lindakirkju, ég, Dís og Guðmundur Karl og við munum ferma hérna í dag en Guðni Már ferm til síðustu helgi og meðan við vorum í sóttkví en við áttum að skila kærri kveðju til ykkar í dag frá Guðna og sérstaklega til ykkar krakkar. Og varðandi myndatökur, þá erum við með ljósmyndara, hún Karen. Hún svo eina sem má ganga í athöfninni og taka myndir, en ykkur frjálst að taka myndir úr sætum. Og í lok athafnar, þá stilla börnin sér upp hérna fremst með okkur prestunum. Þá ætlar Karen að byrja að taka myndir og þið geymið símann svo augun leiti í hennar myndavél. Þegar hún búin, þá með þið öll bara taka myndir eins og ykkur listir. Og svo rétt að nefna að athöfninni ekki lokið fyrir að börnin ganga hérna út með okkur prestunum í lokin. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum nokkuð Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Góði Guð, viltu blessa þessa stund og börnin sem hér munu fermast í dag. Viltu mæta hverju einu og þann hátt sem þau þurfa. Og þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og nú syngjum við saman sálminn Eigi stjörnum ofar. Ritningalestrar dagsins eru valdir úr minnisversum barnanna sem fermast hér í dag. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og fel Drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Og nú megið þið rísa fætur sem megið auðvelt með það og við heyrum heila Guðspjall. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né að vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Amen. Og nú fáum við að heyra lagið, Halleluja vers, en lagið eftir hana Áslaugu Helgu, djáknan okkar, og textinn eftir séra Guðmund Karl. Á hverjum morgni
fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður hvert andartak að lífið gjöf til mín og tíminn tífar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveikti brosið, fannst fuglana, eldina, tómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú þekkir mig, þekkir hvert tár, mikil og sár, frá upphafi lífs. Þú gættir mín, mættir mér enn, miskunnin þín, að hinstu stund játning mín. Þú minn grunn. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Ekki sjaldan sem að fermingartímarnir með henni, þegar hún Áslaugu með okkur byrjuðu einmitt nákvæmlega á þessu, að þá svona sungið halleluja og krakkarnir svona komast í gírinn og svo byrjuðu. Við nefnilega höfum þann háttinn á að við erum hálfsmánaðarlega með svona helgistundir og svo á móti kennslu, en að vísu var þetta nú svolítið aðeins öðruvísi síðasta vetur út af svolítið. Við fengum ekki alveg eins mikla fermingarfræðslu og við kannski hefðum átt fá, en þið eru bara svo frábær, þannig að ég held þetta kom ekkert að sök. Svo fengum við náttúrulega okkar skemmtilega fermingarferðalag í febrúar í Vatnaskó, sem var náttúrulega mjög skemmtilegt og ógleymanlegt. En þegar ég horfði hérna svo stutt frá okkur og horfði fram að okkur og bara, þú veist, það sem að líður mér í huga alltaf þegar ég fermdist einhvern veginn. Ég tengi alltaf í þá stund. Þó að það sé rosalega langt síðan. Ég veit ekki hvað þið komið til með að muna mikið frá þessu, en ég man pínulítið frá fermingarathöfninni minni, þó að það séu 40 ár síðan ég fermdist upp á ár. Ég fermdist 2 árum áður en Dís fæddist, sem er 38 ára í dag. Og ég það gamall, það var ekki einu sinni fyrir að nota orðið tölva
þegar ég fermdist, vegna þess að ég man eina setningu frá prestinum. Presturinn sagði, og mér fannst það svo skrítið, hann sagði, kannski, kæru fermingarbörn, munu þið eignast Biblíuna á örtölvu þegar framleiða stundir. Og það er náttúrulega löngu orðið, og þetta var alveg rétt hjá honum. Það er ekkert mál að fletta Biblíunni í símanum sínum í dag. Hverjum hefði dottið það í hug þá? En, jæja, það hins vegar, ég áttaði mig á því þegar ég var í fermingarfræðslu út á hvað þetta gekk. Við vorum að fræðast Jesú og við vorum að gera Jesú að leiðtoga lífsins, en það var ekki fyrir talsveit löngu seinna ég skildi alveg hvað þetta þýddi. Að þetta var ekki bara eitthvað sem maður þurfti bara að læra og fara í munnlegt próf eitthvað þannig, heldur var þetta eitthvað sem að skipti máli í lífinu fyrir mig sjálfan og fyrir hvert og eitt okkar. Þetta er í rauninni nesti til lífsins sem þið hafa verið að þykja síðasta vetur, og það klárast aldrei úr þeim nestisbóka. Annars sem ég man eftir frá fermingunni, það er að ég fékk þessa tilfinningu, er þetta í alvörunni að gerast? Er ég orðinn þetta gamall að ég er að fara að fermast? Því ég mundi eftir því, ég rústaði fermingu systur minnar. Þú veist, ég var 30 ára og hún var að ganga upp og eins og krakkar óþægilegt að fá kannski athygli á sig, þá bara þegar hún kom upp og var að fermast og höglega, Lára, hæ, Lára, og bara, þú veist, hún bara, ég fekk alveg svip þegar við komum heim, sko. Þannig að öllum öðrum fannst það fyndið nema henni. En mér fannst ég vera svo stór, en samt einhvern veginn svo lítill. Og það er í rauninni þannig, við erum bæði lítil og stór alltaf. Við erum rosalega lítil í þessu stóra heimi, en við erum stór og mikilvæg í augum Guðs. Við skiptum hvert og eitt máli. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn. Og það að Guð elski heiminn er að Guð elskar okkur öll. Og eitt af því sem að skiptir svo miklu máli, það er að við lítum hvort annað sömu augum á Guð. Og við lítum hvort á annað þannig að við séum öll jafn mikilvæg. Við höfum hvert og eitt okkar gáfur og hæfileika, en við erum öll jafn mikilvæg. Mér finnst það svo skemmtilega þessi saga, þó að hún sé svolítið brútal, að það voru eins og fólk að fljúga saman í lítið flugvél. Það voru flugmaður og 3 farþegar. Og farþegarnir voru 2 unglingar og gömul kona. Og annar unglingurinn var nýbúinn að fá viðurkenningu og svo rosalega klár í skóla. Það var eiginlega svona, hann fékk viðurkenningu með það að vera gáfaðasti unglingur í heimi. Bjartasta vonin og eitthvað svona. Og þau eru þarna fljúgandi og allt í einu stendur flugmaðurinn upp og segir, ég er með slæmafréttir og aðra ennþá verri. Slæmafréttirnar eru þær að flugvélin er að vera bensínlaus og við erum að fara að hrapa þetta smástund. Verri fréttirnar eru þær að það eru bara 3 fallívar. Og ég er fjölskyldumaður og hef fyrir börnum að sjá og ég tek þessuna eina fallífina og verðið sæl og gangi ykkur vel, svo bara hoppa hann út. Og þau sátu hann eftir, voru fyrst orðlaus, úlíkarnir 2 og gamla konan. Þá stendur gáfaðasti úlíkur í heimi upp og segir, sko ég er gáfaðasti úlíkur í heimi og það eru bundnar við mig mjög mikla vonir, kannski á ég eftir að finna lækningu við einhverjum ólæknanlegum sjúkdómum eða leysa efnahagsvandann eða þú veist, mengunarvandann og allt þetta. Þannig að það er mjög mikilvægt að ég bjargist. Og svo tekur hann fallífu og stekkur út. Og þá er bara gamla konan eftir og hinn úlingurinn. Hún segir, dríf þú þig núna, taktu hina fallífina. Og að því ég er bara gömul kona og ég er sátt við Guð og lífið og allt og bara gjöru svo vel og bara drífðu þig núna. Þá segir úlingurinn, nei, heyrðu, þetta er allt í góðu lagi. Gáfaðasti úlingur í heimi tók bakpokann minn og hendi sér út með hann. Þannig að, og
það er nefnilega stundum höfum við okkur svolítið eins og gáfast úlíkur í heim. Okkur finnst við hafa allt á hreinu og það sé ekkert sem getur staðið í vegi okkar. En gleymum kannski stóru atriðunum. Hoppum út í heiminn án fallhlífar. Og stundum líður okkur eins og við séum alveg fullfær að fljúga bara sjálf. Og þá er mikilvægt að hafa þetta í huga. Jesús sagði, sælir eru fátækir í anda. Ok, hvað á hann við með því? Það þýðir ekki vera montinn. Að vera fátækur í anda er að vera auðmjúkur, hógvær og hafa þetta alltaf í huga. Ég er ekkert mikilvægur en hver annar. Við erum öll jafn dýrmæt í augum Guðs. Guð elskar mig jafn mikið og þennan eða þessa stelpu eða þennan strák. Það að vera fátækur í anda er að vera ekki hrokafullur. Þetta er auðmjúkur fyrir undrinu sem lífið er og við fáum að taka þátt í og auðmjúk gagnvart þeim sem deila heiminum með okkur. Og í dag komið þið til þess að þiggja blessun Guðs fyrir ykkur, fyrir líf ykkar og allt, gleði, sorgir og sigra. Og þetta að trúa, það er í rauninni og gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins er að þiggja útréttu höndina á hverjum degi og þiggja hans leiðsögn í lífinu. Og ég ætla að segja eitt í viðbót. Þegar við spyrjum okkur á eftir, þá spyrjum við, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Og það þýðir að leitast við, ertu til í að gera eins vel og þú getur? Við getum ekkert betur, við getum ekkert lofað neitt meiru. Gerum eins vel og við getum að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Guð bless ykkur í dag og alla daga, kæru fermingarbörn. Bráðum þið alveg að fara að fermast og ég ætla fyrst að biðja ykkur að rísa á fætur. Og við skulum öll rísa á fætur. Og við skulum játa saman okkar heilugu trú. Og eftir trúæfninguna þá megið þið setjast hér í kirkjunni en fyrri hópurinn gengur þá til ferminga. Ég trúi á Guð, Föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Alexander Jan Hrafnsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Já, Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnan á þinni. Alexander Jan,
með vers úr Filippíbréfinu. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur verið glöð. Friður Guðs sé með þér, Alexander. Kristján Breki Hrafnsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Kristján Breki með vers úr Efesusbréfinu. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvort öðru, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Friður Guðs sé með þér, Kristján. Alma Bergrós Hugadóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Alma Bergrós með vers úr Jósúabók. Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughröstur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að Drottinn Guð þinn með þér hvert sem þú ferð. Friður sé með þér, Alma Bergrós. Andri Már Vilhelmsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Andri Már með vers úr Davíðshólmum. Fel Drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Friður Guðs fylgi þér, Andri Már. Aníta Sif Þorleifsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Vers Anítu Sifjar úr Jóhannesar Guðspjalli. Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Friður Guðs fylgi þér, Aníta Sif. Arna María Theódórsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Vers Örnu Maríu úr Davíðshólmum. Fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Friður Guðs fylgi þér, Arna María. Bergrún Eva Björnsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Bergrún Eva með vers úr Jóhannesar Guðspjalli. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Friður Guðs fylgi þér, Bergrún Eva. Bjarni Freyr Guðmundsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Bjarni Freyr með vers úr 1. Jóhannesarbréfi. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Friður Guðs fylgi þér, Bjarni Freyr. Breki Óttósson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarná þinni. Vers Breka úr Spátarsbók Hósea. Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Friður Guðs fylgi þér, Breki. Bryndís Klara Birgisdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins?
Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varviti þig í skírnarnafni. Vers Bryndísar Klöru úr Davíðsálmum. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Fríður Guðs fylgi þér, Bryndís Klara. Elisabeth Sunna Skeving, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varviti þig í skírnarnafni þinni. Vers Elisabethar Sunnu úr Matteusarguðspjalli. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Fríður Guðs fylgi þér, Elisabeth Sunna. Eyrún Birna Davíðsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varviti þig í skírnarnafni þinni. Eyrún Birna með vers úr Davíðsálmum. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varveita inngöngu þína og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Fríður Guðs fylgi þér, Eyrún Birna. Guðrún Baldursdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarnafni þinni. Guðrún með vers úr Jóhannesarguðspjalli. Jesús sagði, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Fríður Guðs fylgi þér, Guðrún. Þá ætlum við að biðja saman fyrir og með fermingabörnunum, bænarinnar sem hérna inn í heftinu, vertu Guð Faðir, og þið með krjúpa aftur krakkar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri syndi hafni. Amen. Helga Vala Ólafsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarnafni þinni. Vers Helgu Völu úr Davíðsálmum. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Fríður Guðs fylgi þér, Helga Vala. Hrafnhildur Hekla Hólmsteinsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarnafni þinni. Hrafnhildur Hekla með vers úr 1. Jóhannesarbréfi. Elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Fríður Guðs fylgi þér, Hrafnhildur Hekla. Hrafnhildur Klara Ægisdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarnafni þinni.
Vers Hrafnhildar Klöru er úr Rómverjabréfinu. Stundi það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Friður Guðs fylgi þér, Hrafnhildur Klara. Ísak Dagur Þorkelsson, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Ísak Dagur er með vers úr Jóhannesar Guðspjalli. Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Friður Guðs fylgi þér, Ísak Dagur. Jónas Breki Guðmundsson, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Vers Jónasar Breka er úr 5. Mósebók. Drottinn fer sjálfur fyrir þér, hann verður með þér, hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Friður Guðs fylgi þér, Jónas Breki. Katla Dagmar Guðmundsdóttir, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Katla Dagmar er með vers úr Matteusar Guðspjalli. Komið til mín öll þér sem erfiðið og þungaðir úr hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Friður Guðs fylgi þér, Katla Dagmar. Kolbrún Soffía Þórsdóttir, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Kolbrún Soffía er með vers úr Davíðssálmum. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Friður Guðs fylgi þér, Kolbrún Soffía. Margrét Mirra Valsdóttir, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Vers Margrétar Mirru er úr Davíðssálmum. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Friður Guðs fylgi þér, Margrét Mirra. Máney Rós Aronsdóttir, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Máney Rós er með vers úr Hósea. Sáið réttlæti, uppskerið kærleika. Friður Guðs fylgi þér, Máney Rós. Rafn Kristinn Hrannarsson, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Vers Rafns Kristins er úr Davíðssálmum. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Friður Guðs fylgi þér, Rafn Kristinn. Alma Dóra Þorsteinsdóttir, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Og Selma Dóra er með þessu Davíðssálmum. Að þessi sálmína leiðir mig réttar vegu fyrir sakir nafnsins. Friður Guðs fylgi þér, Selma Dóra. Sigurður Fannar Eiríksson, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Vers Sigurðar Fannars er úr Davíðssálmum.
Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Friður Guðs fylgi þér, Sigurður Fannar. Sigurður Helgi Hlöðversson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og Heilagur Andi, blessi þig og varveiti þig í skírnan á þinni. Sigurður Helgi er með Vesú Davíðssonum. Hann hressi sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Friður Guðs fylgi þér, Sigurður Helgi. Þá ætlum að biðja fyrir þessum hóp og þið megi krjúpa og það er seinni bænin í heftinu. Leiddu mína litlu hendi. Leiddu mína litlu hendi, ljúfi Jesús þér ég sendi. Bæn frá mínu brjósti sjáðu, blíði Jesús að mér gáðu. Amen. Kæru fermingarbörn, innilega til hamingju með ferminguna ykkar. Og eins og segir í handbókinni, nú eru þessi fermdu ungmenni okkur á hendur falin. Og við tökum með gleði á móti þeim sem fjölskyldu þeirra og vinir og reynum að vera þeim hér eftir sem hingja til góðar fyrirmyndir í lífinu og styðja þau á vegi trúarinnar. En við skulum núna hlusta á kórinn syngja fyrir okkur lofgjörð hjartans.
líður senn að lokum athafnarinnar og ég vil ítreka bara innilega hamingjuóskir til ykkar allra. Ég vil líka ítreka það sem að Dís nefndi hér í upphafi, að það er svo freistandi að grípa símann á loft þegar þessi fallegi hópur er búinn að stilla sér upp og byrja að mynda, en bara upp á að við fáum sem bestar myndir út úr frá henni Karen ljósmyndarunum okkar, þá er langbest að þau svona horfi bara til hennar fyrst og svo megi þið koma og smella af eins og þið eigið lífið að leysa. En við ætlum að þykja blessun og svo ætlum við að syngja saman. Þetta höfum við nú sungið mjög oft síðasta vetur, Kveiktu ljós í mér Jesús, og hvet ykkur til að taka vel undir. Þetta í þessum versum eru fólgnar bænir. Við byggjum Guð að leiða okkur með ljósi sínum lífið. Þannig að við skulum rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Við höfum ekki bara að standa áfram og syngja saman Kveiktu ljós. Já. Eftir í stólan og raði ykkur svo upp svona það bil eins og á æfingunni. Guðni